Þórarins þáttur Eyjólfssonar hinn síðari. Þórarinn Eyjólfsson hafði verið með Knúti konungi ríka vetur og sá maður Þorsteinn hét og var Ragnhildar son. Þeir gerðust vinir og mæltu til vináttu og sögðu svá þeir væri samlendir að þeir skyldi einn stað byggja. Nokkru síðar kom Þorsteinn skipi sínu í Eyjafjörð og bauð Guðmundur ríki honum til Möðruvala. Þorsteinn segir hvað þeir Þórarinn höfðu við mælst. Þá bauð Einar bróðir Guðmundar honum til Þverár með 4 manni. Hann svarar sama. Margir mæltu að hann færi í geitarhús Ullar að biðja vistartekjuna, því að Þórarinn var sjaldan árbíl og bjó við útsker norður á Tjörnesi. En þegar Þórarinn spurði útkvæmu Þorsteins, þá rak hann fjölda hesta til Eyjafjarðar. Þórarinn var alvinsæl. Hann bauð Þorsteini til sín með alla skipshöft sína. Þeir váru 18 menn saman. Fór Þorsteinn heim með Þórarinni. Þá lét Þórarinn höggva upp allt kvikt fé sitt og skorti vætta vetrinn með forsjón konu Þórarins. Annar hluti. Várið spurði Þorsteinn verkstjóra Þórarins hvað kostat hafði Þórarinn, en hann hafði haldið menn svo marga þar hafði verið vetrinn. Hann kveðst ætla að miklu hefði kostat og lofaði risnu Þórarins. Þorsteinn keypti síðan jafnt mikið kvikfé sem drepið hafði verið og gaf Þórarinni. Húsfreyju gaf hann húsbúninginn, skipið hált gaf hann Þórarinni og bað hann að fara með sér. Þórarinn þakkaði honum gjafarnar. Þeir fóru utan sumarið. Ólafur konungur bauð Þórarinni til vistar með sér þegar þeir hittust. Þórarinn kveðst það þykja mundu og beitti Þorsteinn til vistar með sér. Konungur kvað þá Knút ríka eigi hafa senst menn á meðan, en hvað Þorsteinn sagði hann góðan dreng, og mun það vel ráðið Þorsteinn þjónar oss sá sem Knúti konungi, og bað Þórarinn ráða. En Þórarinn segir hirðvistarboð við þá báða, svarar Þorsteinn, þér mun boðin hafa verið, en þú mun beðið hafa til handa mér. Oss betra að hafa boðna vist með Ólafi konungi en beiðast með öðrum konungum. Síðan vísaði konungur þeim til sætis. Helgi og Þórir hétu þeir menn næstir sátu út frá þeim Þórarni, og urðu þeir að þoka undan og þótti þeim sér óvirðing ger í þessu. Fyrsta aftan var Þórarinn út kallaður. Bjarni nefndist sá maður hann kallaði út og kveðst vera systursonur Þórarins og kominn af skipsbroti norður við Hálogaland og bað Þórarinn ásjár. Þórarinn bauð að taka hann í vist að bónda nokkurs. Vera þótti Bjarna frændsemi til, þó að þeir væri báðir á einni vist. Þórarinn kveðst eigi deili á honum vita, hvort hann væri hans frændi eða eigi. Bjarni gekk þegar á hæla honum og fyrir konung. Þórarinn sagði konunginum þennan mann. Konungur hvað hann hans frænda vera mundu, en ábyrgstu að óþrjóskur sé og ráð sjálf hirðvist hans. Konungur bað hann sitja á annan bekk og var honum vel skipað. Bjarni settist niður útar frá Þorsteini, nær á herðar Helga. Þórarinn hvað hann mundu vanda verða hirðvistina við þrjósku hans og bað hann eigi neina kvittu kveikja í hirð konungs. Þriðji hluti. Þorsteinn var fámálugur og fylgjusamur konungi og sá Bjarni, og á leið vetrinn hafði Bjarni sofnað eitt kveld, sá að allir menn váru brott úr höllinni. Þá hann vaknaði og til aftansöngs farið, hann sprett upp og gekk út eftir strætinu og var myrkt orðið og sá þá Helga og Þóri í skemmu einni með sveit sína og var þar ljós. Helgi kveðst þeim tíðindi kunna að segja að konungur þeirra var svikinn og Knút konungur hefði ráðið svik við hann og sendi hann því Þorsteinn til Íslands að gefa Þórarni stórgjafir að hann skyldi véla konunginn. En Þorsteinn skyldi vinna á honum og Þórarinn hafði þegið gullhring að Knúti til þess. Og þann hefur hann á vinstri hendi og ber leynilega, en þann ber hann opinberlega
Á hægri hendi Ólafur konungur hefur gefið honum svo að allir sjá. Bjarni gekk til aftansöngs og gat hann ekki þetta, Helgi tóku ekra til matar kveldið. Konungurinn spurði hvort þeir væri sjúkir. Helgi kvað þeim verra en sótt og kveðst eigi segja mundu fyrr en annan dag á málstefnu og þá sögðu þeir þetta allt konungi. Hann kveðst eigi trúa mundu fyrr en hann reyndi hringinn Knútsnaut. Ólafur konungur gekk til handlauga og tók ermi Þórarni og þá fann hann gullhringinn undir skyrtuermi hans sem Helgi hafði sagt og trúði hann þá svikum við sig og spurði þá með reiði hvaðan sá hringur væri kominn. Þórarinn sagði að Knútur hefði átt og gefið honum sem var. Hví berð þú hann svo leynilega, sagði konungur, eða á annan veg en þann sem gaf þér. Þórarinn svarar, því ber hann leynilega herra og á vinstri hendi að gjafamunurinn fjarri, en þann gullhring ber á hægri hendi mér gaf hinn merkilegasti konungur, sá við þjónum nú. Ekki vildi konungur á hlýða nú hvað Þórarinn sagði og lét taka þá alla Þórarinn og Þorstein og Bjarna og setja í myrkvastofu og kallaði þá Drottins svika. Mörgum mönnum þótti þetta ill tíðindi. Biskup fór að skrifta þeim og sagði konungi að engi váru svik af þeirra hendi og beiti konung að skýrsla væri gerum þetta mál og bæri Guð vitni þetta hver satt segði. Það fekst að biskup gerði skýrslu, Bjarni bar járn hraustlega og karlmannlega, bóla var á hendi Bjarnas þá skýrsla var sén, kallaði konungur hann brunninn en biskup veitti engi atkvæði. Konungur bað Þórarinn sjá en hann svarar, þó að þér kallið Bjarna eigi skýran þá gjöldum vér aldrei þess þér berið á oss hérum. Konungur bað Þorstein sjá, Þorstein mælti í því hans á höndina, þar og svána. Konungur innti til hví hvattu sá að. Þorstein hvað þeim mundu of lengi frestast uppfesting þeirra hann segði áður söguna. Konungur hvað þessa vera skildu dvölina. 4. hluti. Þorstein hóf svá þetta mál. Ríkarður hét faðir minn en Ragnhildur móðir. Þau váru göfug að kyni. Faðir minn andaðist þá var barn. Móðir mín giftist þeim manni hét Þrándur. Björn og Þrándur hétu synur þeirra og var lítill miseldi á millum okkar bræðra. Björn andaðist brátt og fór Ragnhildur heim til Svíþjóðar en Þrándur réð fyrir föðurleif sinni. Var í förum og fór í austurveg og allt til Jórsala og tók þar skýrin og kom norður hingað til Svíþjóðar. Þá vildi kenna móður minni rétta trú og hún vildi það eigi og þóttist tínt hafa syni sínum hafa trú tekið. Þau urðu málalok að við sættumst að því að það skildi eftir öðru líka eða víkja goðin ætti rammari. Síðan váru goð hennar sett í hverfing úti og vel búin og kastat járni glóanda á knéð því máttkast var og tók þegar að loga hvert að öðru og brunnu að köldum kolum. Síðan var heitt það sama járn og gert glóanda og bar nýju fet eftir dæmum kristinna manna óvígt járn, sá að engir klerkar váru hjá og var höndin leyst eftir 3 nætur. En á einni 3. nóttu dreymdi mig að bjartleitur maður kæmi til mín og ávítaði mig dyrð mína, en hvað mig njóta skildu góðvilja míns, kenda móður minni rétta trú og hvað fegri mundu hönd mína en heila þá til væri leyst. Og mun þú hafa síðan gófa á hendinni og hrósa eigi dýrð minni. Og hvað mig skildu gjalda hér í heimi, sá að mynda rægður við konung og bað mig þá sína höndina, líf mitt lægi við. Og höndin var leyst, var sem gullpenningur lægi í lófanum, þar sem járnið hafði legið og rauður þráður útan og var þar hæra holdið en annars staðar. Móðir mín tók kristni og allir vinir okkrir að þessi hjarta. Hefi og eigi sýnda mína hönd,
Síðan dró Þorsteinn af sér gófan og sýndi á sér höndina og kveðst ætla að sá nokkur myndi Bjarni hafa at goldið fyrir fávisku sína í skýrslunni sem hann myndi ef hann fengi eigi þessa jarðtæk. Konungur sefaðist þá og leitaði at við Bjarna og til biskup hvers hann myndi at hafa goldið. Þá segir Bjarni hver svík að hann hefði heyrt og gleymt og hvað Þórarinn það hafa boðið sér að reifa engan hlut eða kvittu í konungshöll. Þá váru þeir helgi teknir og fjötraðir og neyddir til sagna. Gengu þeir þá við rógið. Konungur vildi að þeir Þórarinn réðu hegningu þeirra og væri þeir drepnir. En Þórarinn gerði þá ór Nóregi og tók af þeim féalmjögsvá og kallaði Þórarinn þetta konungsgæfu eitt sanna var vitað þetta mál. Þórarinn var með Ólafi konungi alla stund síðan og fel með honum.